gangi niður í bæ og þar væri á gangstéttinni eitthvað sem hægt væri að rekast á. Veistu hvað myndi gerast? Það var sama sagan heima hjá honum. Hann bjó í feiknafallegu húsi, en jafnvel þar komst hann ekki hjá smá slysum. Tökum dæmi. Einn morguninn, þegar herra Skellur kom út úr húsinu sínu, tók hann eftir því að eldingu hafði slegið niður í reykháfinu um nóttina. Þetta verð ég að laga áður en það dettur, hugsaði herra Skellur með sjálfum sér, og hann flýtti sér að ná í stiga úr garðskýlinu. Þetta var mjög langur stigi. Herra Skellur burðaðist með stigan á öxlin eftir garðstígnum. Hann beygði fyrir horn og þar fór rúðan í stofugluggan. Hjálpi mér, hugsaði herra Skellur og sneri sér við til að sjá hvað hefði gerst. Þar fór rúðan í eldhúsglugganum. Hjálpi mér, hugsaði herra Skellur aftur. Svo reist hann stigan upp að húsvegnum svo hann gæti klifrað upp á þak til að gera við strompinn. Þar fór rúðan í svefnherberginu. Þarna getið séð að herra Skellur var alltaf að lenda í smá slysum. Herra Skellur hafði fengist við mörg störf, en einhvern veginn entist hann aldrei lengi í neinu. Í hvert skipti sem eitthvað týndist eða brotnaði eða splundraðist eða sprakk eða slitnaði eða rifnaði eða kramdist eða klofnaði eða tognaði, þá var herra Skelli kennt um. Tökum dæmi. Eitt sinn þegar herra Skellur vann á sveitabæ, datt hann um hundi og hellti niður mjólkinni sem hann var að færa bóndakonunni, en kötturinn lafti svo alla mjólkina. Annað dæmi. Þegar herra Skellur var póstur, festi hann á sér höndinni í póstkassanum svo það þurfti að sækja slökkviliðið til þess að losa. Tökum enn eitt dæmi. Þegar herra Skellur var smiður, komst hann að því að hann hitti næstum aldrei naglan á höfuðið, heldur sló hann oftast á fingurinn á sér. Herra Skellur ákvað nú að taka sér frí til þess að hressa sig eftir allar ófarirnar. Þá gæti hann hugsað um það í næði hvers slags vinnu hann gæti fengið þar sem hann yrði ekki öllum til ama, og svo tók hann sér far til Sólarlanda. Í fríinu kom ýmislegt fyrir herra Skell. Til dæmis datt hann fyrir borð á skipinu og það var að setja út björgunarbátinn til að bjarga honum. Annað dæmi. Daginn nokkurn þegar hann gekk í hægðum sínum á ströndinni, festi hann fótinn í fötu og þar sem hann náði hann ekki af, varð hann að hoppa á öðrum fæti með fötun á hinum í marga klukkutíma. Og meðan hann var að hoppa, lenti hann beint ofan í djúpa holu sem einhver hafði grafið og þar þurfti hann að dúsa alla nóttina því hann komst ekki hjálparlaust upp. En þrátt fyrir öll þessi smáslys naut herra Skellur frísins vel og fékk þar snilldar hugmynd um það hvað að vinna ekki best við. Það var besta hugmynd sem Skellur hafði nokkru sinni fengið. Það var hrein snilldar hugdetta. Og nú vinnur herra Skellur glaður í sinni hjá garðyrkjumanni sem heitir Moldi.
Moldi á allstóran eplagarð á jörð sinni og þar vinnur herra Skellur. Herra Skellur vinnur við að tína epli, en hann notar ekki stiga til að klifra eftir eplunum eins og aðrir eplatínslumenn. Ó nei, herra Skellur kann miklu betra ráð til eplatínslu. Hann gengur bara Og þar sem herra Skellur er herra Skellur, skellur hann vonbráðar á trén. Og þá dettur epli og herra Skellur grípur það. Þannig verður vinnan við eplatínsluna miklu léttari og herra Skellur er mjög ánægður með nýja starfið og Moldi er mjög ánægður með nýja eplatínslumannin sinn. Svo að sagan herra Skell er í rauninni